Jæja, þetta er stórkostlegum leik lokið hérna. Hvernig gerir þetta upp? Já, hárrétt hjá þér. 8 mörk. Ég gerir þetta bara upp svona smá blöndu tilfinning. Ég var ótrúlega ánægður með liðið mitt stór hluta leiksins. Við komum inn í þetta miklu krafti og við höfum ekki skorað 3 leiki. Við skorum 4 mörk í dag, það er jákvætt og hefum jafnvel getað skorað meira. Og mér fannst allir vera að leggja sig fram og ég var ánægður með strákana. Mér fannst við í seinni hálfleik vera aðeins og litlir í okkur í okkar eigin teig. Við náttúrulega neyddust til að gera nokkrar breytingar á strákum sem eru fysikal og þurftum að breyta og erum fyrir það með mikið af meiðslum, þannig að mér fannst við svona, ég hefði vonast til að vera aðeins stærri í okkur í lokin. Við verðum kannski smá hræddir og inn í okkar eigin teig finnst mér Valur skapa allt of mikið eftir fyrirgær. Kannski svekkjandi að fá á sig 2 mörk eftir löng innkast svona eftir að þeir eru komnir yfir? Já, bara klart mál. Við vörðum bóksið okkar ekki nógu vel. Það voru nógu margir í bóksinu og kannski eins og gengið hefur ekki verið frábært undanfarið, þá verður menn aðeins lillir í sér en ég kýs samt að sjá það jákvæða í leiknum. Við komum á útivöll eftir, við erum í holu, við skorum 4 mörk og förum þetta með stig og móti mjög flottu valsliði, frábært liðin á vellinum í dag. Þannig að ég er ánægður með strákana, ánægður með hugarfarið og ég held að fólk hafi séð það sem voru leikinn að við erum það er allir leggja sig fram. Við erum með fólk í stúkunni hérna, sá það og frábær stuðningur á þeim og sem búið að vera í allt sumar. Þó að það gengið illa þá eru þeir búin að vera frábærir. Við erum 300 undir í Keflavík og þeir að syngja til strákana og það er bara sem að þeir þurfa núna. Þeir þurfa stuðning og mér fannst þeir gefa okkar fólki og Káa bara góð svör í dag. Þannig að ég kýs að sjá þetta jákvætt að fara hann með stig, skora 4 mörk þó svo að sjálfsögðu vilja vinna leikinn eftir 2 mörkum yfir. Virkilega kraftmikil byrjun, væntanlega eitthvað sem varst mjög sáttur að sjá? Já, við ákveðum að gera það. Við ákveðum að fara hápressað og fara á þá með orku til að koma þannig inn í leikinn. Bara tókst vel og skorum og eins og ég segi, við gerum margt gott sóknarlega en varnarlega þurfum að gera betri í einn boxi þegar við erum með nánast alla okkar leikmenn í boxinu. Þá finnst mér við vera aðeins og litlir í okkur. En hvernig metur hún á stöðuna þeir eru ennþá í fallsæti? Já, hún er betur en hún var fyrir leikinn. Við fengum stig. Þetta er bara, ég veit ekki hvað að segja, þetta séu 4 lið í fallbaráttu en þetta er bara ekki flókið. Það eru 8 leikir eftir og við þurfum að fá fleiri stig heldur en liðin í kringum okkur. Og hugarfærið sem ég sá í dag, þá er ég viss um það að það mun fleiri stig fara að koma. Og það er erfitt að rífa sig upp og mér fannst við gera vel í dag á móti góðu liða út í velli. Væntanlega ánægður með karakterinn í liðinu? Það er bara mjög ánægður, eins og kom inn á, þú veist. Diego er ekki búinn að spila mikið í sumar, hann kemur inn á og leggur út mark, þannig að mér fannst allir leggja þessu 100% fram og ég fann það bara á hópnum í vikunni að þú veist, við erum særðir, það er bara þannig og það vita allir að þá finnst mér frábært sem þjálfari að saman bregða svona við. En hvernig var núna vikan, þú veist, töpuðu gegn FH og þið hafi verið svolítið lægð, þú veist, ræddið þú eitthvað við stjórn Káa og hvernig voru þið samskipti það? Já, ég er bara ræðið við stjórn Káa, það er alveg á hreinu að við erum búin að tala saman og við erum bara með plan og þú veist, við því miður höfum við ekki verið að vinna fótboltaleiki. Ef við kíkjum á síðustu 4-5 leiki þá ættum við að vera með aðeins fleiri stig en við höfum ekki náð að skora, það verið vandamálið og þannig sem FH-leikinn fáum marka á okkur eftir horn. Náum ekki að skora okkar færum. Við fáum örugglega 3 mörk á okkur í dag eftir fast leikkatir, eitthvað sem er innkast eða horn og það er eitthvað sem við verðum að laga. En sóknarlega vorum við mér ástu spila fínasta fótboltaleik og fleiri færi en hinliðin, náðum ekki að skora en við bættum úr því í dag, skorum 4 mörk þannig að ég er bara ánægður með strákana ég var ánægður með fundið með stjórninni og þetta spyrir út í það og við ætlum bara að halda áfram og ætlum okkur að koma okkur upp sér hólu. En þarna, nú hver er staðan á Daniel Djuric, hann var eitthvað orðaður við eitthvað að tala um að myndi fara í vikunni og hann væri mættur í bæinn, geturðu staðfest það og var hann á að leita sér að nýju félagi? Ég get bara staðfest að hann fór í bæinn, hann var með mér svona pappa og hann, já, þú veist, hann var bara ekki farin neitt og fór ekki neitt og er hjá okkur og það er ekkert auðningamál að hann hefur kannski ekki alveg gengið eins og hann vonaðist til og hann er að vinna í sínum málum og við erum í mjög góða samskiptum og ég hvet bara fjölmiðla til að gefa hann smá frið, smá space, það er mikið búið að höggva í hann, þetta er ungur strákur og hann er að vinna í sínum málum, við erum að hjálpa honum, við þjálfararnir, Káa, foreldrar hans, þannig að það eru allir á bakvið hann og hann mun og hefur áður skemmt áhorfendum og hann mun gera það aftur en stundum þurfa ungi menn smá frið til að vinna í sínum málum og ég bið að þið vitið það. Að lokum, hvert er markmið Káa, er það bara að halda sér í deildinni? Já, það er mjög einfalt, við ætlum að vera í bestdeildinni á næsta ári. Takk fyrir. Takk.